Við á Landspítalanum höfum verið að vinna því að kortleggja ferli sjúklinga sem hafa fengið slag. Það þýðir þá að við erum að kortleggja frá því viðkomandi kemur inn á bráðamóttökuna og alveg þangað til að viðkomandi fer út aftur, helst heim til sín. Hluti af því ferli endurhæfingin sem að stórum hluta fer fram hérna á Landakoti, sérstaklega fyrir hópinn sem eldri heldur en 67 ára. Þessi vinna fór fram þannig að það var haldin vinnustofa fyrir þar sem að tóku þátt allir faghópar sem að koma að málinu og líka fulltrúar sjúklinga. Við ákváðum að gera það þannig að ein deild myndi sérstaklega vera að horfa á þessa sjúklinga og það er það sem við erum svona að fagna svolítið í dag, að við erum að opna þetta svona formlega núna 1. nóvember, að þessi deild horfi á sjúklinga sem hafa fengið slag sem eru í eldri aldurshópnum. Við vitum öll að Grensás hefur sinnt mjög vel þeim sem eru yngri og við höfum sinnt þeim sem eru eldri. Við höfum verið að gert ágætlega, við viljum bara leggja ennþá meiri áherslu á það. Svo vitum við þetta líka að þessum hóp að fjölga, að því að eins og alþjóð veit þá eldri aldurshópurinn að stækka sem mun fela það í sér að þessum einstaklingum mun fjölga sem að þurfa þessari þjónustu að halda. Þannig að við viljum bara gera þetta ennþá betur heldur en við höfum verið að gera fram á þessu. Þetta felur í sér aðkomu mjög marga heilbrigðisstétta, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, oft talmeinafræðinga, lækna og hjúkrunarfræðinga og í raun og veru næringafræðinga og svona mjög breiður hópur sem kemur að þessu. Okkar markmið þetta alltaf að fólk nái sömu færni og það var með fyrir. Þannig að ef þú hefur til dæmis mist máttinn í öðrum líkamshelmingi þá erum við að reyna að ná þér þannig að þú getir labbað og notað hendina eða hvað sem það er. Mismunandi hvað okkur tekst að ná langt, en því fyrr sem við getum byrjað, og það er það sem allar alþjóðlegar rannsóknir sýna, því fyrr sem við getum byrjað markvissa endurhæfingu á þessum þáttum, því betri útkoman.